við ætlum að halda áfram að ræða skipulagsmál. Þau hafa nú eiginlega bara nánast verið daglegt umfjöllunarefni síðustu vikur, enda hafa borgarbúar miklar skoðanir á skipulagsmálum. Sum okkar að ræða bílastæðin, en önnur okkar að ræða byggingar og ljót hús. Ég held ég geti fullyrt að mörgum borgarbúanum létti hérna í vetur þegar tveir arkitektar í fréttatíma Stöðvar 2 minni mig að hafa verið frekar en Ríkisútvarpsins sögðu að það væri vandamál að við værum ekki að byggja nóg falleg hús og mætti spyrja hvernig okkur liði í því umhverfi sem hefur orðið viðurkennt hér undan farið. Nú, sumir vilja meina allt sé afstætt. Ég sá að Dagur B. Eggertsson, hann skrifaði status á Facebook daginn þar sem hann sagði að hús sem þætti ljótt í dag, það gæti þótt fagurt síðar. Fagurfræðin breyttist frá tíma til tíma. En mér finnst margt vera grátt, ljótt, eintóna og heimskulegt. Það bara mín persónulega skoðun. Og svo heyrir maður að hljóðvist sé ekki sem skildi, það sé ekki verið að huga því. Og það var einnig borið á því að ljósleysi kunna vera vaxandi vandamál. Og maður spyr sig hvað þéttingin að kosta okkur og hvort það jafnræði lífsgæða. Og til að ræða þessi mál komnir 3 mjög góðir gestir, allir sérfræðingar getur maður sagt á sínum sviðum. Þetta Hildigunnur Sverrisdóttir arkitekt, þú varst hérna hjá mér daginn, við vorum aðeins að tipla á þeim málum sem ég kynni hér í inngangnum og hérna svo það Ólafur Hjálmarsson, þú ert verkfræðingur sem ert sérfræðingur í hljóðvist. Já, hljóðverkfræðingur. Og Ásta Logadóttir, þú ert, getur maður sagt að þú ert sérfræðingur í ljósi eða birtu? Já. Og verkfræði menntuð einnig? Já. Verið allir velkomin. Takk. Ef við kannski byrja á því að henda til ykkar bara svona almennt opinni spurningu það hvort þetta alveg rétt sem Dagur segir, að hérna fagurfræði, hugmyndir okkar fagurfræði sveiflist frá tíma til tíma og hérna það sé kannski bara tíðarandi dags í dag sem að leið til þess að okkur finnst húsin sem nú verið að byggja kannski ekki alveg nógu góð. Verður fólk komið allt þar að skoða eftir 10-20 ár? Við byrjum á þér. Sko, mitt sérsvið svona, þú veist, ljósið, þannig að í rauninni þá breytist það ekkert því við þurfum á ljósinu að halda. Já. Þannig að það í rauninni bara, við erum að sjá það að nú erum byrjað að byggja rosalega djúpar byggingar og við erum að minnka dagsljósið inn í byggingunum okkar. Já. Þannig að fegurðin af að hafa ljósið inn í íbúðunum okkar og vinnustöðum og svoleiðis, þar erum við bara að missa eins og við erum að byggja í dag. Og það mun ekki held ég að breytast, sko. Það verður bara konstant basically af því að við erum ekkert að fara að finnast allt í einu einhverjar myrkra hólur bara æðislar. Einmitt. Ég vann einu sinni á fréttablaðinu á Hafnartorgi og við fórum stundum út á svalirna þar og við vorum að velta fyrir okkur hvort þetta væri ekki þröngt og þétt og svoleiðis. Bara svo byrjar á að segja mér hvað þið finnst þann reit. Já, hann of þéttur. Já. Það eru einstaka svæði það er svona á mörkum þar sem að koma svona samskeyti. Já. Að þar eru í rauninni koma bara ágætlega út nokkra íbúðir. Við vorum eitthvað búin að skoða það okkur á sín tíma. En jú, það er bara of hátt og of þétt eins og á mörgum öðrum reitum. Já. En það er líka af því að við erum ekkert að hugsa dagsljós þegar við erum að gera þéttingarreiti. Við erum með byggingarreglugerð þar sem að þeir sem fara eftir henni, þeir þurfa ekki að reyna neitt á sig. Þetta er bara 10% gler á gólfflöti. Þetta er bara einhver þumaputtaregla sem passar vel þegar maður að byggja eitthvað staðar út í sveit, basically, og þegar við vorum ekki að byggja svona þétt, þá henta þetta bara einstaklega vel. En núna þá erum við bara komin í það umhverfi þar sem við þurfum virkilega að vanda okkur. Þannig, og við vitum það hvað ljósi núna, vitum við hvað ljósi hefur áhrif á heilsuna, sem að við vorum ekkert meðvituð fyrir 20 árum síðan. Þannig að núna þetta bara, við erum bara ekki að standa okkur nógu vel. Er þetta þá eitthvað tengt því að áður voru við fá með óbúslega mikið pláss og er það þess vegna sem að menning okkar eða siðir eru einhvern veginn aðrir en þá nágranna þjóðana sem horfa til meira til þessara mála eða hvað?
Ég held að einhver veitir að það, en svo það líka bara að það bara ekkert mikill vilji til breytinga. Ég búin að horfa á breytingu í byggingarreglugerðinni og það búið að gera gífurlega mikið af breytingum á byggingarreglugerð. En þegar við erum að reyna að biðja að breyta byggingarreglugerð til hins betra fyrir ljósvistina, þá tekur það rosalega langan tíma. Og núna sem sagt í samráðsgáttinni, það búið að heyra það komið 9 umsagnir og það eru allar mjög jákvæðar, en þetta gerist bara á hraða snigilsins, sko. Við erum alveg bara, það gerist gífurlega hægt. Geturðu sagt mér hverjir breyta byggingarreglugerð? Það ráðherra. Þannig að núna það á höndum Ingu Sæland og hún mjög jákvæð fyrir þessar breytingu. En það þarf til þess að gera svona breytingu, það þarf að vera undirbúa og það þarf að vera til ykkur gögn til þess að fara eftir og skilja hvað breytingan hafi í för með sér. Þannig að við getum bara komist vel út úr þessu. En það er ekki byrjað að vinna þær leiðbeiningar. Það það sem þetta gengur svo gífurlega hægt alls saman. Og núna allavega, ég veit ekki til þess að neitt sé með þann bolta að undirbúa þessa breytingu. En það ekki hægt að breyta fyrir en að gögnin liggja fyrir. Og þar að leiðandi bara allt bara á pásu. Það bara gerist ekki neitt. Og myndirðu ganga svo langt að segja að lífsgæðum okkar borgarana sé misskipt í þessum efnum út frá ljósi? Já, alveg hygglust. Þarna þegar við erum byrjað að þetta svona mikið, þá erum við að fá lúxusíbúðina sem eru á efstu hæðunum og fá bara frábært útsýni og frábært dagsbirtu. En svo ertu með neðstu hæðurnar þegar þú ert með bara gífurlega stutt bil á milli bygginga og háar byggingar í kring, þá erum við bara í rauninni komið með kjallara íbúðir alveg upp á 3. og 4. hæð, sko. Þannig að þá dettur mann í huga þessi skammsýni leiði að vissu leyti til aukinnar stéttaskiptingar. Já. Það alveg hægt að segja það. Það hægt að segja það. Já. Komum betur að þessu á eftir. Mér finnst það mjög áhugavert að heyra þið tala þetta. Og Ólafur, hljóðið, því hefur ekki verið sinnt sem skildi heldur eða? Nei, ég vil nú að þú byrjaði með spurningum um fegurina, ég held að það sé best að láta Hildikonu að svara því. Já. En mín reynsla með sjón og heyrn að það er mest að furða hvað maður getur vanist því sem manni finnst ljótt í upphafi. Já. En vondu hljóði venst maður ekki. Það fer á sáluna á manni. Já. Og eins og ég var að segja hérna fyrir þáttinn, ég satt í Laugalæk í gær og var að fá mér ís í blíðviðrinu og horfði á konundar í hverfinu með galopið út á svalir, sinna blómunum á svölunum, í sæmilegri kyrrð og hleypa vorin inn í íbúðuna sínar. Þetta alveg borin von fyrir þessar íbúður í stofnbrautunum. Þar bara miljandi hávaði og loftmengunum leið og opna glugga. Og þegar þú opna glugga þá getur ekki talað í síma. Þannig að það virðist vera eins og það hefur verið tekin ákvörðun að tróða með skóhorni niður íbúðabyggð í alla lausa reiti og ekki huga nógu vel að hljóð og ljósgæðum og fegur bygginga. Og það rosalega blóðugt. Sérstaklega þú nefndir nú Dag, hann nú menntaður læknir. Það svo blóðugt að horfa upp á það að við erum að þétta byggðina á höfuðborgarsvæðinu með heilsuspillandi húsnæði og sem að leiðir til stéttskiptingar. Það alveg klárt og heilbrigðisvandamála. Það bara ef þú færð ekkert ljós inn í íbúðinniðina og við erum svo mikið inni, þetta ávísun á þunglindi og leiðindi, sko. En sko, keyptum við ekki svolítið þessa stefnu á grunni þess að heimurinn væri að fara til helvítis í umhverfislega og við þyrftum borgarlínuna og við þyrftum að hugsa allt okkur upp og nýtt og við þyrftum að menga miklu minna en við höfum gert og kannski bara sást það ekki fyrir hvað það var mikil áhersla á umhverfisþáttinn að hitt fekk bara einhvern veginn, hitt fjall á milli skips og bryggju. Sko, ég reyni oft að skilja af hverju við erum á þessari leið. Mér finnst eins og þetta hafi verið bara tekin ákvörðun að við þurfum að ná svo miklum þéttleika byggðar til þess að borgarlínan beri sig vel. Já. Og þetta sé bara svona Excel-töflu ákvörðun. Og það ekki gott í skipulagsmálum. Þú byrjar á að teikna góð hús og í mannshæmandi umhverfi. Og aðeins að því að menn spyrja mig hvað þá, sko, ef við ætlum að nýta þessa reiti næst stofnbrautunum sem ég mestar áhyggjur af, þá byggjum við atvinnuhúsnæði þar og íbúðurnar í Skjóli. Já. Af því að það ekkert mál að vera inn á loftræstum vinnistað, það bara vaninn. Það sem loftræstikerfi og tryggir næga loftun.
og það er hægt að opna glugga í smá stund af því að þannig fólk í vinnunni en ekki að reyna að sofa. Já. En að vera með loftarsi kerfi eins og núna er farið að tíðkast í íbúðum og geta ekki opna glugga, þetta er annarsflokks íbúðir með tillit til hljóðvistar. Það er bara þannig? Það er bara þannig. En er ekki einhverjir staðlar sem að sko komi veg fyrir það að slysin? Jú, en sko vandinn er sá að reglurnar eru óljósar og það er gefið undir fótinn með það að það megi setja í deiliskipulagsskilmála ákvæði vegna hljóðvistar. Já. Og til dæmis ef að hljóðstíð við götuhlið fari yfir 65 decibel þá er ákvæði skjólhlið sem sagt að ein hlið íbúðar mistast í snú út í skjólið en það er bara ekki hægt, horníbúðurnar eru ekki með neitt skjólhlið og þá tala menn að það megi nota yfirbyggðar svalir til þess að tryggja skjól út í hávaðan og ég var að mæla núna nýverið við Bústaðaveginn og þar eru 60 decibel á svölunum þó allt sé lokað og bara loftunarraufarnar. Þannig að þetta er hvorki gott umhverfi til þess að sitja í sólinni eða til að grilla sko. Því miður. Og þegar þú ert að gera athugasemdir við þetta, finnst þér að þú mætir ekki skilningi? Sko, ég hugsa að sé eins með fagsvið okkar Ástu, það sárvantar menntun okkar í stjórnsýsluna. Það er rosalega mikill misskilningur á ferðinni. Eitt sem ég hef heyrt frá stjórnsýslunni eða embættismönnum er að það er að fara í svo kallaða byggingatæknilegar aðgerðir til að láta þennan hávaða hverfa. Þetta væri eins og fyrir byggburðarsverkfræðingin hann ætti að láta vindálæðið hverfa. Þetta er álag sem skellur á húslið og það hjálpar ekkert að setja einhver gróður á húsliðina. Hávaðinn siglir áfram inn gluggana þegar þeir eru opnaðir. Og það er vandinn. Og þú veist, ég var að mæla til dæmis í nýju blokkina þarna við Hlíðarenda sko, þegar umferðarbylgjan fer framhjá þá er 76 decibel þarna við húslið. Og þetta er ekki góðu staður til að búa á. Og þarna var teiknað atvinnuhúsnæði og einhverja hluta vegna er því breytt og þetta er alltaf kostnað verðandi íbúa. Og það er rosalega sko, ég fór nú í Kveik hann daginn þeir tóku þetta mál upp og ég var þakkláttur fyrir það til að vara fólk við en það er rosalega erfitt að vera ráðgjafi fólk sem er dottið í pittinn, búin að kaupa allt og hávara íbúð og líður ekki vel og það má ekkert segja því að þá verðfellur í húsnæðið. Þannig að þetta er sannkallaði drullupittur að detta í að kaupa þessar háværu íbúðir. Og skapa svona þöggunar og skammarmúr kannski í kringum slysin. Já, svolítið. Já. Hver er leiðin út? Ég held að það væri, sko það er náttúrulega hópur arkitekta núna sem er að beita sig fyrir betri byggð. Ég held að það væri rosalega gott að blása til málstofu þetta og fá sameiginlega skilning á hvað er góð byggð og hvað ekki. Já. Eins og ég nefndi með konurnar á svölunum í Laugarneskerfinu í gær, í góðviðrinu. Þannig vil ég öllum líði í íslenskri byggð. Þeir geti farið út og notið góða veðursins en sé ekki læst inn í íbúðum með lokuða glugga því að hávaðinn er svo mikill fyrir utan. Hildigunnur, ég nefndi ljótleikann fyrstan hér í inngangnum en þetta sem þau að segja það er alveg gríðarlega áhugavert og mikilvægt líka að ræða og ég hugsa þetta sem að þau tvö hafa nefnt núna, ég held að þetta komi bara mörgu fólki á óvart. Algjörlega. Er það ekki? Jú, það held ég og sko ég held líka að það sé ákveðin hvað ég segja, aftur við erum svo ungt borgarsamfélag og ég hef á tilfinningunni að almenningur beri ákveðið traust til yfirvalda og þeirra sem samþykja byggingarnar að til dæmis þessi hlutir séu í lagi. Að fólk gerir ráð fyrir að svona hlutir séu ekki undir. Þó að ljótleiki sé eða, þú veist, mig gruna það. Og annan alltaf líka er svona, nú ætla ég að fá að spyrja þig, Ólafur, eins og þessar hljóðmannir sem verið er að byggja upp. Er það ekki bara svona eins og vatn sem skellir svo bara, þú veist, ná hljóðmannir eins og það sem eru hraðbrautir eða stoppbrautir eitthvað, ég meina það er kannski tempra eitthvað en sem fer ekki svo bara talsvert yfir munina og... Jú, sko, aðeins ég má skjóta því að til þess að segja svona söguna. Ég var þarna í því erfiða hlutverki að vera ráðgjaf íbúðan í Garðabæ við breikkun Reykjanesbrautar þar í gegn. Og það lýsir því vel
hvað þarf mikið til að ná hljóðinni úr 75 decibelunni í 55, þessi rosalegi Kínamúr sem þar Einmitt. Núna erum við að byggja bara íbúðuna við Gásettabrún, Stofbrauta. Sjáðu hvað við erum týnt. Og vandinn við hljóðmannir sá að við náum kannski bara að verja fyrstu og mögulega aðra hæð. Hæðirna þar fyrir ofan verju við ekkert. Skiljið, hljóðið, þetta er bara eins og skermur ef við hugsaum okkur sem ljós og hljóðið sem geislar yfir skermin að það er ekkert varið. Og það er líka sem með þetta hljóð og það er líka það sem þarf að fara svo varlega þegar við erum komið með hljóðvarnir sitt hvorum megin við götu að þá eru hljóðvarnirnar handan götunar farin að skjóta hljóðinu yfir varnirnar hinum megin. Þannig að þetta þannig að ég sé ekki mikla lausn í þessu almennt séð. Miklu skynsamlegra að byggja bara atvinnuhúsnæði næst götunni ef við viljum nýta þessa byggingareiti og hafa íbúðirnar þar í skjóli fyrir aftan. Ég nefni þetta vegna þess að ég hef einmitt verið að berjast í Garðabænum hvað þetta varðar, bara fyrir hann íbúa þar. Þannig ég held að þetta til dæmis sé svona einhvers konar tricks, ég veit ekki hvort að pólitíkustunir sjálfir trú á þetta. Ég skoðaði til dæmis graf yfir hljóðu og sá bara mitt að í staðin fyrir að fyrstu húsin fengi hljóðu þá bara skalla á aftari húsunum fyrir vikið og aftur fólki út í sal ég er ekkert vissum að það hefði verið læst á svona teikningar og ég er ekkert að gera lítið úr fólki en mig grunað að við værum ekki mörg í hópnum sem hefðum í rauninni kannski menntun til þess að rýna í þessi skjöl hins vegar var okkur bara sagt að þetta væri svona og það er annars svona held ég tricks eða mannþekking sem að pólitíkin notar til þess að fara aftur í þennan átrúnað almennings á að yfirvöld sé að tryggja ákveðin gæði. Og ég mun örugglega endurtaka mig svolítið frá síðast en sem er allt í lagi? Já, ég finn það. En aftur þetta með fegurina, því að tala fegurð, að við töluðum líka svolítið daginn allavega fyrir mér að það sem er fallegt að make a sense og það sem make a sense er fallegt. Og inn í því er líka, það er ekki bara sjónin sem að í rauninni nemur fagurfræði. Sum okkar hafa pröfað að sleikja marmara til að finna bragðið af honum eða jafnvel ljósastöru í gamla dag. Öll þessi efni hafa í rauninni endurvarp hafa, hvort sem það er ljósi eða hljóði, rýmið og rýmis hvað ég segja svona dimensjónirnir að hlutföllin hafa gríðarlega áhrif á það hvernig okkur líður, hvernig við getum mublera þannig við getum búið til stafi fyrir fjölskylduna. Þannig að þetta kemur allt beint inn í fagurfræðilegt samhengi. Já, þetta er veraldlegri hlutir en svo að við getum skýrt á bara með smekk og allt sé afstætt. Já, veistu það smekkur, auðvitað smekkur og það er alveg að vissulega rétt sem að Dagur segir og við komum inn á það síðast líka að mikið af því sem að áður var talið bara hræðilegt innlegg inn í borgar hvað ég segja borgina núna byggingar sem við erum alveg greiðlega ánægð með og það er svo áhugavert að jafnvel byggingarnar á Grensásvegi og Múlunum sem að bara fyrir smá tíma þóttu bara alveg hræðilegar. Þar á milli eru teiknaðar bara virkilega fínar byggingar og fólk farið svona að skoða þær byggingar frá öðru sjónarhorni. En þær eru þá venjulega vel mótaðar byggingar með fallegum hlutvöllum og úrfallegu efni. Það sem langar að segja hins vegar, að því nú ertu að tala að Dagur sé læknir, að það var annar læknir í byrjun aldar, Guðmundur Hannesson, sem barðist fyrir heilsu samlegu húsnæði ásamt arkitektum og verkfræðingum og gerði allt sem hann gat til að tryggja að nýtt skipulag og nýjar ný leiðsögn fyrir þessari nýju borg byggðist fyrst og fremst á réttu sólarljósi, ekki bara fjarlæg heldur líka hvernig sólarljósi fylgdi
sem sagt, hvað ég segja, flæði íbúðana gegnum daginn, loftun, það eru margar af þessum litlu svölum sem að vera stundum að hugsa býtu hvað eiga þessar svalir að vera, það er varla hægt að grilla á þeim, það er varla hægt að sitja þær eru fyrst og fremst hugsaðar til þess að fá húsapestin út að þessi hægt að lofta senguður og annað slíkt, þannig að og eins og segi, þessi fyrstu arkitektar og það er ekki talað Guðjón Samúelsson heldur næstu kynslað eftir, að þetta er fólk sem er innblásið og hefur allan hug á að taka þá ábyrgð sem sérfræðiþekking þeirra býður upp á. Það horfður til fleiri þáttar heldur en þeirra sem mest hefur verið litið til núna undanfarið eða eitthvað? Já, alveg, sko, ég meina það var bara hort komplettlega allar þáttarna og þar er lögð ákveðin grunnur að hugmyndinu að íslenskt veðurfar og lega Reykjavíkur til dæmis bjóði ekki upp á mikið hærri íbúður en 3-4 hæðir og ákveðin góðan fjölda góða fjarlæg á milli einmitt til þess að ná að ég meina nú kemur sólin bara upp 6 gráður yfir sjóndeildarhringinn þar sem hún er lægst á veturna þannig að það var tekið inn í að það þyrfti ljós fyrir alla og eins og við tölum líka síðast að það má þétta borgina ansi duglega bara upp í 3-4 hæðir með andrými á milli. Þannig ég held að borgarlínan sem slík og þéttingar viðmið í sjálf, eða hvað ég segja, þéttingar stefna, bara eins og við tölum síðast, það er alveg gríðarlega innviðakerfi, bæði fráveita vatn, rafmagn og annað slíkt sem við erum að borga þessi fámenna þjóð miklu meira fyrir heldur en aðrar stórborgir út af því hversu strjált við búum en svo bara því miður og þar komum við inn á fagfræði, ég veit ekki hvort að við tökum þann punkt eða bolta aðeins aftur og eftir, ég var alveg til það en við vitum bara að hvatinn að byggingu hvatinn að skipulag, hvatinn að byggingu er algjört lykilatriði og því miður að þá hleyptu við bara og þetta segi ég ekkert að því að sé eitthvað sérstaklega mikil vinstrimanniski held ég myndi alveg sama hvar ég stæði væri þetta bara svo augljóst að nýfrjálshyggjan og upplausn til dæmis þess húsnæðiskerfi sem var áður hefur algjörlega í rauninni siglt þessu skipi nú bara í þrot hvað var það lífskeið? Já. Við tókum mjög mikilvæga hluti út úr umræðinni á þessu skeiði sem við köllum nýfrjálshyggjuna og gildi okkar breyttust heilmikið og ég er enn að reyna að finna eitthvað gott sem kom út úr þessari stefnu en ég hef ekki fundið það þannig að ég tek bara undir þetta en Ásta Lofadóttir, af því að þú ert sérfræðingur í ljósi geturðu sett fingur á það hvenær við sáum svona fyrstu merki óheilla þróun í þessum efnum, hvað er þetta langt skeið sem við erum að tala og getur þú nefnt einhver svæði svona þú veist eitthvað þar sem að hefur tekist enn verð til en á öðrum stöðum eða er þetta bara svo viðkvæmt að enginn þorir að nefna slysinn? Góð spurning. Þegar ég var að koma heim frá Danmörku þá sá ég að það var þessi þéttingarstefna var að bara byrja, þetta er 2017 það var svona fór ég eitthvað í Reykjavíkurborg og maður svo sá bara vá, ok, það er verið að fara að hækka og þétta og þá byrjaði ég eitthvað að skrifa í blöðin, við byrjum ábyrgð og eitthvað svona að vekja athygli á þessu og ég talaði fyrir mjög daufum eyrum, það var enginn sem hafði áhuga á þessu þá, það var og var þetta óumbeðin gagnrýni? Algjörlega, þetta var bara ég bara kom frá Danmörku þar sem að ég bara upplýði að það var bara mikið virðing borin fyrir faktakingum sem ég átti þar þannig að þar var bara stjórnvöld komið bara, heyrðu það er verið að diskutera byggingareglugerðina, það er eitthvað áhugavert þannig að við viljum borga ykkur fyrir að skoða þetta og koma með tillögur hvernig við getum gert betur til að koma til móts við þetta ákall borgarbúa þetta er ennþá draumurinn minn að þetta væri staðan í Íslandi í dag, að það væri borin virðing fyrir vinnun okkar, að það væri
bara vilji til þess að kalla okkur að borðinu, bara heyrðu, við erum að fara þetta, þið hafið þekkingu sem er mikilvæg í þessu og væri þið til að koma að hjálpa okkur og bara, þú veist, það væri spæði hvað það væri gaman, þegar við getum bara verið saman í liði og bara, hvernig gerur þetta vel og þú veist, það væri bara þvílíkur draumur en það sem ég upplifði hins vegar er bara að maður stendur á kantinum og maður gefur vinnuna sína þú veist bara, og please nenni að nota það sem ég gef af vinnunum minni, þannig að það er bara, virðingin er 0 bara, og maður er bara heppinn að maður fær samtal og fær leyfi til að koma og tala við eitthvað sem hefur eitthvað að maður segja. Þetta er svona, það er einhvern veginn. Er þetta embættismannakerfið? Bara, ég veit ekki hvað það er, ég er ekki búin að greina. Eina sem ég veit er bara að þetta er staðan sem að, og eins og ég þetta er mínu upplifun bara, frá því að vera þarna í Danmörkur, það sem að bara, þetta var, þú veist, bara vinnur með ljós, vá, það er svo mikilvægt. Svo komum við til Íslands, ég vinn með ljós, er hægt að vinna við það? Í alvöru? Það er bara þannig. Já, en það hefur margt breyst, að því ég meina græna gímaldið, eins hræðilegt og það þá er búið að opna augu almennings fyrir því að ljós er mikilvægt. Þannig að það er alveg algjörlega, eitthvað sem. Sko, þú nefnir græna gímaldið og þegar ég var að sofna í gærkvöld og var að hugsa þennan þátt, ég ætla að undirbúa hann sem best. Þá rakst ég augun í frétt í Mogganum, þar sem að segir leyfi til að gera ljótar byggingar er mikið á Íslandi. Og þetta var haft eftir skipulagsfulltrúa græna gímaldið. Já, ok. Hvað finnst ykkur þetta? Það þá, ég veit því. En áður en ég skýt orðinu til ykkar, þá aðeins áfram. Þú nefnir 2017. Já. Verða þá svona einhver ströngur? Já, þá kemur þessi þekkingarstefna allavega fyrir, kynnist ég henni, sko, en svo erum við náttúrulega bara, þá byrjuðum við og við byrjuðum að gera flotta reiti eins og þú veist, rúfreiturinn hann er bara eftirleiti, bara virkilega flottur og góður reitur, það er bara við höfum reiknað, þetta er bara margt mjög gott þar. Svo förum við bara og við byrjum að taka skrefin áfram, við förum að þétta meira, við förum að hækka byggingarnar, við förum að þrengja þessa garða í rauninni í miðjunni, við erum rosa mikið að vinna með svona randbyggðir einhverjar og og þú veist, við skoðum í hópnum híbýlaauður, þá skoðum við í mars í hönnunarmars í fyrra, þá vorum við að skoða svona hvernig þróun þéttingarita hefur verið og þá kom sem sagt Ártúnshöðin, þá fengum við bara smá í magan, af því þetta var, við tókum eitt dæmi þar sem það var orðið gífurlega djúpur kjarni, garðurinn í miðjunni var bara alla neitt, ég geti ímyndað mér neitt gróður geti vaxið þar og hvað er maður þá að horfa á í rauninni, þeir sem hafa íbúið sem snúa inn að garðinum, þá ertu bara að horfa inn til nágrannans og svo, eitthvað steip, ég veit ekki hvað það verður hann í miðjunni, þannig að þú tekur svo mikið lífsgæði úr því og svo er þetta bara við erum bara svolítið stöðunnið í að þétta allt of mikið. Við vorum að kuppa núna niður í híbýlaði, við vorum að kuppa sem sagt, það er leiðin okkar til að sýna fram að þéttinguna, mjög skemmtilega leið, og við vorum að kuppa sem sagt kringlureitin, því hann á nú að vera mjög góður. Ljóslega séð þá var ég ekki að sjá að við séum neitt að gera mjög góða hluti þó svo að sé búið að brjóta þetta aðeins upp og eitthvað svona og setja smá hallandi þök, erum við ennþá með of djúpa kjarna og við erum með of þétt og við erum með of háar byggingar. Almennt séð. Við eigum bara að fara eins og hildikunum veit næði, þú veist, bara það var í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 1966, það stóð bara, við erum búin að prófa að byggja hátt. Við eigum ekki að fara yfir þessar 3-4 hæðir. Við erum bara búið að prófa þetta hérna á Íslandi og þurfum ekki að gera það meira. En við erum bara búin að missa sjónar á þessu og við erum að skoða, þú veist, 9 hæðir sem betur fyrir að stundum er að spá í hvað átt þetta snýr og hvaða skyggir á þá. En það er bara ekki alltaf. Við fundum til dæmis eitthvað turn þarna í Ártúnshöðinu sem var bara sett, ég held að vera 12 hæðir til suðurs og svo var þarna kjarninn fyrir aftan. Það er stundum bara eitthvað, bara gleymist. Ljósið er ekki ofarlega á dagskrá og það þarf bara að breyta því. Má ég skjóta hans inn í? Að því að í aðalskipulagi til 2030 þá var bara
lagt upp með að heilmikið af þessi uppbyggingu borgarinnar ætti bara að vera 3-4 hæðir. Já. En sko, Reykjavík á verri stað en nágranna sveitarfélaginu? Nei. Þetta ekki bara vandamáli Reykjavík. Nei. Þetta er bara þéttingar. Tíska. Já, bara það hægt að græða meira og bara byggja meira á þessum reitum og það lendi bara, það ekki hægt að fara út og þá fer maður bara upp. Ef ég má aðeins koma inn í þetta að þau þetta nefna þróunina, Ásta var að segja hún hefði komið með þessu 2017, ég skrifaði borgarstjóra kurteislegt erindi 2015 og eina sem ég fór fram og ég vakti athygli á því sem Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur verið að gera í þessum málum sem hefur verið að leggja áherslu á að fækka íbúðum í of miklum hávaða. Eina sem ég bað Dag var að gefa mig viðtal við þann fulltrúa borgarana sem helst með hljóðmál og þéttingu byggðar að gera. Þetta var þegar þéttingi var að komast á dagskrá. Borgarritari staðfesti móttöku erindisins. Ég sendi ítrekkun eftir 3 vikur og hef ekkert heyrt síðan. Þannig að það er bara ekki hlustað. 10 ár liðin. Það er bara ekki hlustað. Og það er líka það sem er svo áberandi með þessa nýju byggð. Og þetta er svo erfitt sem hljóðverkfræðingur og ljósverkfræðingur og alltaf lýsingarverkfræðingur líka. Það er búið að ákveða allt þegar að koma á borðinu. Það er búið að teikna húsin. Við erum að reyna að bjarga einhverju sem ekki verður bjargað. Og þetta er rosalega blóðugt. Og að því nefnuð útvarpsreitin, að ég var nú að mæla þar daginn, það sem ég hef ágjör á þar eru húsin alveg onni í Bústaðavegi sem eru bara með tiltölulega mjög lítilli hljóðdeyfri loftrás sem er alls ekki nægileg fyrir loftun og það er svo áberandi þegar maður kemur inn í þessar íbúðir það er óloft það er ekki nægileg loftun og þegar er opnað þá bara svo mikill myljandi hávaði að maður verður að loka til þess að geta að tala saman Óloft, ljósleysi, hljóðmengun þetta hljómar eins og við séum að fara bara aftur í tíman í stað þess að þróast til betri vega. Og eitt sem við erum að gleyma þarna, það sem fólk er að upplifa gífilega mikið núna að því að það er svo gott veður úti, það er hitinn inn í byggingunum. Það eru til lögum atvinnuhúsnæði þar sem að við eigum að sitja að jafna í 22 gráðum. En það er svo sannarlega ekki svoleiðis að því að það er við erum byrjað að byggja svo gífulega djúpt og þá er verið að þá þarf glerið að vera gífulega mikið til þess að uppfylla þessi lágmarkskröfu 10% af golffleti. Þannig að við erum með bara risa glerfleti sem að hita síðan bara byggingarnar okkur upp í stórum stíl og fólk er að sitja þarna í 27 gráðum jafnvel á skrifstofuhúsnæði og það er bara bæði er það rosalega óþægilegt og svo er það líka bara afköstin bara minnka gífurlega mikið við þetta. Þannig að það er enginn að græða. Og ná þessar öfgar þá líka til frosthörku á vetratímum? Við náttúrulega hitum bara gífurlega mikið, það er kannski minna. Við erum með úrræði við því en það er fátt sem getur lagað þetta. Hittasveiflu. Já, við höfum ekki verið að hanna byggingarnar okkar með tilliti til þessa. Þannig að við þurfum bara að fara að aðlagast Evrópu ef við ætlum að fara að byggjast á þennan hátt. Það þurfum bara að fara að hugsa þetta út frá bara veljiðan fólks inn í byggingunni í heildsinni sem að bara þessi innivist. Það þýðir ekkert að við erum með æðislega hljóð og frábæra lýsingu en allir eru bara að deyja úr hita inn í byggingunni. Þá er ekkert góð upplifun hann inni, Við þurfum að hugsa þetta svona heildrænt. Og það er hægt að bara reikna þetta, bara hönnunarstigi, bara út frá bara hvað glera á að velja, hvar á að staðsetja það, hversu stórt það að vera og svo stundum þarf að nota kerfi til þess að hjálpa til. Er ekki líklegt að eitt sem spilar inn í sem ástæði þessar þróunar sé gríðarlegur fjöldi innflytjenda sem hefur komið hér að höfuðborgarsvæðinu á skömmum tíma. Við höfum þurft að breyta okkar systemi og þar á undan er náttúrulega óbúslegur miklu fólksflutningar frá landsbyggðunum hérna yfir á höfuðborgarsvæði. Kann það ekki vera að embættismenn og sérfræðingar hafi reiknað út við þurfum bara að gera alla hluti einhvern veginn rosalega hratt og intensíft eða er þetta bara eru engar slíkar skýringar sem að geta leiða baki? Ég veit þetta ekki en mér hefur þótt þetta snúast rosalega mikið peninga. Lóðirnar eru allt of dýrar
og þá segja byggingaraðilinnar við þurfum að byggja svo og svo margar íbúðir til þess að komast sleppa frá þessu og það þýðir að niðurstaðan verður þessi allt og þétt og allt og nálægt stofnbrautum. Má ég grípa þennan bolta aðeins þetta er svo mikilvæg spurning sko, mér langar bara að vísa aftur í hvað gerist hérna miðöld þar sem að var þessi gríðarlegi flutningur í bæina þar tóku yfirvöld sér bara hreinlega saman þvert á flokka og ákveðu að byggja vandað húsnæði fyrir fólk sem vandaði húsnæði. Þetta í höftum, þetta þegar borgin á valla krónu, hvað þá ríkið. Við erum rétt að skríða undan dönskum svona fjáreyfirráðum. Sko, þetta engin afsökun og alveg eins og þetta húsnæði almennamarkaði. Sko, þú getur alveg byggt jafn hratt góðar íbúðir. Það ekkert vandamál. Nei. En vandamálið að þú ætlar að fá fleiri íbúðir út af því að hvatinn að byggingin skili arði til þeirra sem byggja en ekki eins og var áður. Ég meina, borgin var ekki að hugsa arð. Þeir sem byggðu sínar byggingar, einbýlishús og annað, auðvitað voru þau frekar að hugsa góða byggingu til endursölu en ekki arð. Ef hvatinn sem mestur arður, þá sjáum við djúpar, vondar íbúðir, þétt upp við hver aðra og meiri segja þannig að við arkitektar komum líka seint að borðinu að því að í skipulagi þá komin ákveðin draugur sem segir það má byggja svona langt svona nálægt götu, það má byggja 4 hæðir upp. Síðan koma verktakar eða þeir sem fjármagna byggingarnar og pína upp eina hæð en pína hlutina eins lengra þannig að draugurinn sem við komum að hönnum inn í í rauninni ekki sá sem að var endilega í skipulagi og sko þetta svo alvarlegt að okkur vantar einmitt og mjög grunar að það sé ekkit endilega hljóðverkfræðingur í borginni sem að þú hefði getað mætt, ég veit það ekki. Nei, en ég hef talað við nokkra stofnanir þar sem ég get ekki mætt sérfræðingum og mér langar svo, það tvennt sem mér langar að bæta við ef við höfum tíma að sko Ásta sem betur fer partur af fyrirbæri sem betur fer til sem heitir híbýlauður þar sem við höfum alla okkar fremstu sérfræðinga nema Ólafur ekki með þar sem eru sko ekki bara Ásta sem með doktorsgráðu í þessum fræðum heldur líka arkitektar sem hafa verið að byggja þetta. Það eru arkitektar sem hafa reynslu af því að vinna inn á stjórnsýslunar með gráði að skoða íbúðarhúsnæði, félagslegt húsnæði. Við erum með hönnið, við erum með innanhúsarkitekt, við erum með fjármálasérfræðing. Ég leyfi mér að fullyrða að það sé ekkert fyrirbæri á Íslandi. Engin stofnun, ekkert embætts eða sérfræði fyrirbæri sem kemur nálægt í að hafa þennan gríðarlega þekkingarauð innanborðs og ef að stjórnvöld og stofnanir leita ekki héðan í frá algjörlega villt og galið í þessa sérþekkingu að þá erum við bara í rosalega, hvað ég segja, þá erum við að sko fara svo illa með okkar fjármagn. En má ég bæta aðeins með ljótu byggingarnar því að náðu ekki að koma að þér síðast. Ég ætla að taka einn rúnd núna í lokinu á því að sko það sem að þið hafi sagt mér núna, það skilur eftir hugtökin fúsk, skammsýni, græðgi í mínu höfði sem mögulegar skýringar á óheillaþróun sem hér hefur orðið og það átti einmitt að vera við þurfum að enda þetta núna sko, hvernig tengist það þessari tilfinningu með ljótleikan líka ef við bara tökum hringinn og byrjum á eða hinn meinta ljótleika og byrjum á þér Ásta. Ef ég tala bara frá hjartanu ljótleikin sem ég upplifi það í rauninni þegar allt orðið eins. Mér finnst bara gaman að sjá tilbreytingu. Mér alveg sama þó að eins og fyrir Hildikunni að make sense stundum ég bara, þetta myndi bara ekkert sense en það bara skemmtilegt en það að því það bara eitthvað út úr kú en hins vegar þegar
ég er farin að sjá, ég rati ekki lengur að því ég upplifum að ég sé í sama hverfinu en það er bara einhverju öðru sveitafélagi og mér finnst allt orðið eins, þá er mér farið virkilega leiðast umhverju mitt og það örfa mig ekki á nokkurn hátt og þá langar mér bara helst að vera eitthvað starf annars staðar. Og að þú talar örfun, sko, er það bara ég eða er þessi grái tónn alltof yfirgrifsmikill í mörgu af því sem við erum að gera? Ég er alveg með þér, ég var mjög til í liti sko, það er bara, það var bara dásamlegt. Já. En þetta er bara eitthvað, við Íslendingar erum eitthvað, höldum oft aftur á okkur, hvað var það lítið? Samt svo skrítið að því að hér ekki alls fyrir löngu þá var maður alltaf að tala við túrista sem voru að benda húsþökin okkar að þau voru í öllum heimsins litum og hafa svo gaman að fljúga frá Akureyri til Reykjavík og sjá einmitt þökin og þannig að, þú veist, maður hélt að við höfum allavega átt skeið þar sem við værum svona. Það er rétt. Bara á ellest ég í Litáni. Er það ekki að koma aftur núna? Jú, ef ekki kalla eftir því. En Ólafur, kannski já, sko, ég viljum kannski spara stóru orðin en ég held að skammtíma fjárhagshagsmunir ráði allt og miklu. Já. Og með ljótleika það til dæmis komið ný fjölbýlishús alveg vestast á Seltjarnarnesi sem í engu samræmi við byggðina sem fyrir svona rosalega djúpar og byggingar sem að virka illa og þarna voru einhver önnur sjónarmið heldur en að byggja gæðahúsnæði og svona eru dæmin fjölmörg en ég veit að orðið eru til alls fyrst. Ég veit ekki hvenær við komumst út úr þessu óætla þróun. Þú nefndi málþing áðan sem kannski upphafa einhverju. Já, eða málstofu. Málstofu. Já. Og það er alveg ljóst að sko í mínum huga að ég vil ekki nefna hverfi á nafn en þau eru svo illa hönnuð mörg að þetta endar sem slömm. Þetta er mjög sko áhugavert að heyra hvað þið takið djúpt í árinni. En þú mátt eiga síðast orðið, Hildigunni. Já, takk. Ég vil, að því ég er náttúrulega ansi gagnrýnin, þá vil ég bara segja að það eru inn á milli mjög góð og falleg hönnun og þá er hvatinn annar. Og mér langar líka að segja að ég held að litaglið okkar verði alveg áfram jafn sterk í byggingum þar sem ytrabyrði er talið lifandi. Byggingaköppar eru alltaf lifandi og þar sem maður er með timburbyggingar, bárujárn og annað slíkt, þá munum við alltaf halda áfram að mála. Vandamálið er þetta að nýlega þá var komist að þeirri niðurstöðu að það sé betra að einangra byggingar að utan á Íslandi heldur en innan. Það gera það verkum að ef við höldum því striki þá er augljóslega ekki hægt að hafa steypuna utan á því að þá er einangrun komin inni. Þess vegna erum við að sjá allar þessar álbyggingar út allt og litirnir held ég komið mikið til að því að enn einu sinni á að vera sem sagt komið efni sem að þarf ekki að viðhalda. Þetta innbrendast þarna ál eða hvað það er fólk telur og það endar hefur það aldrei virkað í íslensku samhengi. Það eru grenjandi flísar, það sko alltaf er komið nýja lausnin en í íslensku samhengi bara, þú veist. En núna munum við bara sjá heilu kynslóðunar af byggingum klæddar áli, við erum bara virkar ekki nógu vel Ástæðan fyrir þetta svona grátt er að ef þessar byggingar eru litaðar til framtíðar að þá er kannski örugast að þær séu í þessum daufu litum en ekki að við búum til rautt hús sem verður rautt til framtíðar. Þannig mig grunar að þessi daufu litir séu tilkomnir af því að fólk er að reyna að vera skynsamlegt eða skynsamt til framtíðar. Og meðan það er engin pressa þá bara, ekki meiri pressa og meðan að stjórnvöld og embættismannakerfið gerir ekkert og talar ekki við hípilauð og Ólaf og aðra sérfrænga, þá bara verður þetta svona. Þá mun bara kapitalismin bara ráða þessu. Sláandi, en kæra þakkir fyrir að mér fannst mjög dýnamískar og áhugaverðar umræður sem að hafa sett margar hluti í nýtt ljós fyrir mér og ég vona að það sé eins með hlustendur og áhorfendur.
Ásta Lógadóttir, Ólafur Hjálmarsson og Hildigunnar Sverrisdóttir. Takk fyrir, Kjella. Takk. Og við höldum áfram rauðaborðinu, ekki fara langt, nýr kapli eftir andartak. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.